Góðan daginn elskurnar og velkomin í Geimsýruna. Það er 29. júní, mánudagur. Það er búið að vera lítið í gangi núna upp á síðkastið eins og ég hef nú komið inn á í þessum UFO-málum. Og það má segja svo að við séum að upplifa núna lognið á undan storminum. Við erum að koma núna inn í 4th of July sem er svo kallað Independence Day í Bandaríkjunum. Og við erum að koma inn í 8. júlí sem er 79 ára afmæli Roswell atviksins sem átti sér stað 1947, 8. júlí. Og það hafa verið sögusagnir það að Donald Trump ætli sem sagt að koma með sína uppljóstrunar ræðu þennan tiltekna dag, 8. júlí. Og þessar sögusagnir fóru á stjá fyrir nokkrum mánuðum síðan. Breskur heimildakvikmyndagerðarmaður sem að sagðist verið í tengslum við einhvern in-house mann, altså mann innan ríkisstjórnar Trump, sem hafði lekið þessu í hann og sagt honum að þetta væri planið. Það sem sagt, svo seinna mér fór þetta náttúrulega bara eins og eldur í sinnu samfélagið og tengdadóttir Trumps var spurð út í þetta í hlaðvarpsviðtali nokkrum vikum seinna og hún staðfesti það að það væri þarna sem sagt einhver ræða sem að lægi klár. En eins og ég segi, marktakt eða ekki, I don't know. En maður upplifir þetta svolítið svona núna, þetta tíma núna sem svona einhvers konar logn undan miklum stormi. Það eru núna búnar að vera einhverjar ásakanir af hálfu Rush Coldheart í garð Lou Elizondo, uppljóstrara þess eðlis að hann sé double agent og þetta er ekki nýtt af nálinni, ég hef haldið þessu fram sjálfur, en það hefur maðurinn einhvern veginn alltaf í mínum augum þótt sketchy. Þannig að það er einhvers konar svona kalt stríð milli áhrifavalda innan UFO samfélagsins þessa dagana og búið þetta að vera lengi, en þetta er orðið alveg sjúklega þreytt. Þetta er orðið þreytt, ég verð að viðurkenna það. Síðasta föstudag voru liðnar 2 vikur frá síðasta droppi af hálfu stríðsmálaráðuneytisins í Bandaríkjunum. Og það var sem sagt 3. droppið sem kom sem sagt held ég 15. júní og það var alltaf talað 2 vikur á milli droppa, en það var sem sagt síðasti föstudagur og ekkert kom. Eitt skipti, það var held ég milli drops 2 og 3, þá liðu 3 vikur, þannig að við getum enn bundið vonir við næstkomandi föstudag sem að hvað þá vera 3. júlí. Þannig að I don't know, veit ekki, en það eru eins og ég segi, það sem er búið að vera í gangi núna upp á síðkastið eru bara einhverjir menn að segja eitthvað sem þeir heyrðu að einhverjir aðrir sögðu og svo framvegis og hérna. Þannig að ég verð að viðurkenna svona sem hvað varðar geimsýruna, þá svona hef ég svona aðeins bara reynt að bakka og hérna svona aðeins að bara bíða átekta, ef svo má heita. Já, það er svolítið þannig. Ég hef þurft að bara svona aðeins að draga mig tilbaka. Ég hef búin að vera einn með konunni minni núna í 3 vikur. Stelpa mín er sem sagt búin að vera í sumarvinnu út á landi og það hefur þýtt svona að ég og kona mín, við fengið svona meira rýmið til þess að upplifa að vera kærustupar, vera saman og við höfum sem sagt nýtt okkur það og svo þetta núna bara þar til í síðustu viku þá vorum við að klára sem sagt þessa bók UFO 202 sem kemur úr prentun í lok júlí. Hún er sem sagt farin í prentun, allt tilbúið kápa og allt og snilldarlegt umbrot úr smiðju Sigeirs Hafsteinssonar, Sig Vicious og fólk sem hefur fengið að sjá handritið og bókina, allir einhvern veginn sammála það að þessi bók, hún er alveg bara svona, hún er step up frá UFO 101. Auðvitað bara hvað varðar útlit og hönnun, en líka hvað varðar innihald.
En það má segja að UFO 101 var skrifuð á 7 vikum í Hlandspreng, á meðan þessi UFO 202 var skrifuð á 4 mánuðum, sem ekki þykir mikið, en í samanburði við UFO 101 þá fekk ég miklu meira rými. Já, ég held að annað hafi það bara ekki verið. Haldið bara áfram að vera skeptisk, trúið engu, skoðið allt, munið að uppljóstrunin er okkar. Þetta er okkar uppljóstrun, þetta er ekki uppljóstrun ríkis, og þetta snýr að andlegum þroska. Þetta snýr að því að við lifum hérna í þrívíðum heimi þar sem þú ert með hæð, lengd, breidd, svo erum við með tímaás, en það eru aðrar víddir allt í kringum okkur sem að við getum náð að nema ef að við róum kerfið. Og það er talað um að komast niður í hers 7, Schumann resonansin er 783, komast þangað, þá kemstu í takt, þá kemstu í flæði, og þá förum við að skynja með öðrum skynfærum sem við annars ekki náum að nýta okkur, því að við erum alltaf einhvern veginn á leiðinni í Elko að kaupa okkur enn eitt djöfisins fótanutækið. Það er nú bara þannig, elskurnar. Heyrðu, annars bara, ég er að vera 50 á miðvikudaginn, og það skrýtna er að það gerðist eitthvað fyrir mig fyrir nokkrum árum síðan sem að var til þess að ég sem var alltaf að eldast, það snerist við og ég fór að yngjast. Og ég er að yngjast núna með hverju árinu sem líður. Algjörlega óútskýranlegt, og ég er ekki bara að tala um í líkama, heldur er ég líka að tala um í huga og tengslum við sál. Það er bara þannig. Við þykir vænt um ykkur, þar til næst, namaste.